Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og velkomin í Suðurnesja magasín okkar á Víkurfréttum. Í kvöld höldum við áfram að ræða við Ásgeir Margeirsson hjá HS Orku. Við kíkjum einnig á Nettovöllin hér í Keflavík þar sem að gamlar kempur voru heiðraðar. Hins vegar ætlum við að byrja í Flugakademíu Keilis sem komin í samstarf við Icelandair. 100 nemendur Flugakademíu Keilis sóttu kynningu Icelandair í húsakynnum skólans á Ásbrú nýlega. 200 nemendur eru í flugnámi hjá Keili en Icelandair, eins og fleiri flugfélög, sjá fram á skort á flugmönnum á næstunni og eru að bregðast við því. Reyndin hefur verið svo að það hefur verið gríðarlega aukning hjá Icelandair og flugfélögum almennt í heiminum og við erum farin að sjá fram á það að þessi að vera skortur á flugmönnum. Þannig að það sem við erum að gera hérna, við erum að kynna nýja námsleið sem að Icelandair stendur að í samvinnu við flugskólana á Íslandi og erlenda flugskóla líka. Og við erum svona, megintilgangurinn er að vekja athygli á þessum möguleika að fólk fari að læra að fljúga og hvetja til þess að fólk geri það. Þetta er mjög áhugaverður og skemmtilegur starfsvettvangur. Þessi námsleið, geturðu útskýrt hana aðeins fyrir okkur, Sigrún? Já, hún snýst það kannski öðruvísi en áður hefur verið að fólk myndi þá byrja sitt flugnám í samvinnu í rauninni við Icelandair og Icelandair myndi koma að því að hjálpa þeim bæði með fjármögnun og jafnvel þeim kannski ekki beint tryggt vinna en ef aðstæður leyfa að þá er í forgangi með vinnu hjá okkur þegar námi lýkur. Nú hefur verið flugnám hérna og þið hefur fengið nemendur eða útskrifað flugmenn hérðan. Hver hefur verið reynslan af því? Íslenski flugmenn eru bara fínir. Við höfum fengið bæði flugmenn hérðan frá Keili, virkilega vel undirbúna flugnema. Þannig að við höfum verið mjög sátt með það. Hvað eru að tala að það taki langan tíma fyrir fólk þegar ég hef áhuga að vera flugmaður. Hvað getur viðkomandi gert sér vonur að vera sestur í sætið fremst í vélni? Námið sem slíkt ásamt því að taka tegundaréttindi á 757 eða 737 er áætlað að taki 18 til 20 mánuði. Þá erum við að tala bara frá fyrsta degi í námi. En frá deginum í dag þá erum við að tala svona 24 til 26 mánuði með heldarferlinu. Við erum hérna með fullan sal hjá Keili að fólki sem er mjög áhugasamt þetta. Það hlýtur að vera ánægilegt fyrir ykkur. Já, alveg frábært. Virkilega gaman að því að sjá hvað er mikill áhugi þetta. Rúna, þið hljótið að fagna þessu nýja samstarfi við Icelandair. Já, þetta er virkilega gleðilegt. Við erum búin að vinna í því í nokkuð mörg ára að tengja skóla og atvinnulíf meira saman og það er innan grunnstoðum Keilis. Það verið beinum samskiptum og sambandi við atvinnulífið og þetta samkomulag sem við erum að gera núna við Icelandair er svona eitt af þeim skrefum að stíga það til fulls og verið nánu samstarfi við atvinnulífið. Hvaða svona þýðingu hefur þetta fyrir ykkur? Þetta náttúrulega gefur okkur bara berundi báða vængi. Við erum í miklum vexti og þetta er mikil viðurkenning fyrir skólan að þeir séu tilbúnir að vinna með okkur og hafa okkar nafn á sínum vettvangi. Hvað eru margir nemendur hjá okkur í dag? Í atvinnuflugi hjá okkur í dag eru 200 nemendur á einhverjum stað í þjálfunni hjá sér og í flugvirkjanáminu hjá okkur eru 100 manns. Er möguleika það séu fleiri flugfélög að dansa, að vilja að fara í dans með ykkur? Já, ég ger ekki ráð fyrir öðru. Það er mikill vöxtur í Evrópu í fluggeiranum og vöxtur flugskóla Keilis hefur alveg endurspeglað það. Þannig að það er eitt sem er nýtt á dagskráni í dag og búin að vera undanfarna ár og það er skortur á flugmönnum. Þannig að þetta er spennandi vettvangur fyrir fólk að velja sér í dag.
Djúpborun á Reykjanesi gæti leitt til nýrra tíma í jarðhita nýtingu á heimsvísu en tilraunaverkefni gekk mjög vel þar sem bora var niður á 4600 metra dýpi en þar var hitin mun meir en í öðrum holum. Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku, segir þetta gríðarlega spennandi verkefni og að íslenskur jarðhita iðnaður sé mjög þekktur allan heim hvað jarðhita varðar og enn frekar eftir þessa borun á Reykjanesi. HS Orka starfrækir 2 orkuver, Reykjanesvirkjun á Reykjanesi og orkuver í Svartsengi í Grindavík. Víkurhittir ræddu við Ásgeir ónóga raforkuframleiðslu á landinu í síðasta Suðurnesja Magazín þætti en nú spyrjum við hann út í starfseminni á Reykjanesi og hugsanlega virkjun á Vestfjörðum en nokkur kurr og umræða hefur verið í tengslum við hana. Hvað með verkefnin á Reykjanesi? Hvernig staðan núna því hafi verið í bæði í tilraunaverkefnum og náttúrulega og verandi með annað orkuverið þar? Já, það hefur svona gengið svolítið upp og niður á Reykjanesi. Við erum ennþá að læra á auðlindina. Ef við berum saman Reykjanes og Svartsengi þá liðlega 10 ára reynsla af rekstri auðlindarinnar og virkjunar á Reykjanesi en 40 ára reynsla hérna í Svartsengi. Það sem allt í mjög traustu og góðu jafnvægi og jafnvel vaxandi vinnslumöguleikar. Á Reykjanesi höfum við hins vegar lent í því að framleiðsla hefur minnkað. Við höfum verið að greina það og rannsaka hvað valdi því og teljum okkur hafa komist til botns í því að auðlindin til staðar, hitinn til staðar, vökun til staðar, svæðið gjarnan full blautt sem við köllum. Það að segja að við fáum óþarlega mikið vatn upp úr því og við viljum meiri gufu. Þannig að við erum að læra hvernig við eigum að reka auðlindina til þess að hún skili því sem virkjunin á að geta gert. Við erum búin að ná botninum og erum á uppleið frá honum, það sem var frá því sem var í fyrra haust. Og framleiðslan hefur aukist og við munum auka hann enn frekar. Og ég er þess full sannfærður að Reykjanesvirkjun mun ná innan fárra ára fullu afli og að hún verði stækkuð. En hún verði stækkuð þannig að það verði ekki tekið meira upp úr auðlindinni, heldur það verði betri og meiri nýting á því sem upp kemur og þar getur bæst við svona 130 megawatt í svokalli lágþrýstivél sem ráðgert að setja upp á Reykjanesi. Að nýta þá vökvann sem komin upp til yfirborðs og ekki nýttur í fyrstu 2 vélunum sem til staðar í dag með örlítið breyttri tækni. Reykjanes svæðið, það, hvað ég var að segja? Getið þið náð í endalausa orku þarna í iðrum jarðar? Þetta endurnýjanlegt alltaf? Endurnýjar þetta sig þegar að... Þetta ekki endalaust en þetta endurnýjanlegt. Ef við myndum hætta að reka virkjunum á Reykjanesi, þá myndi svæðið jafna sig til fyrra horfs. Það nauðsynlegur þáttur í rekstri jarðhitavirkjana á háhitasvæðum að draga niður í vatnsborði svæðisins til þess að auka gufumyndun. Ef við hins vegar hættum að reka þetta, lokum hólunum, þá hækkar vatnsborðið aftur. Tekur svolítið tíma, hækkar hratt fyrst og svo lengi að ná upprunalegu jafnvægi, en það engin skaði skeður, alls ekki. Það má stundum líkja þessu við ef við hugsum okkur stöðuvatn með bleikjustofni í. Hversu mikið má veiða á hverju ári á þess að skaða stofnin, þannig að ná að viðhalda sér. Og hvað gerir svo ef þú hættir að veiða? Þetta jafnar sig aftur. Eða fiskistofnana í sjónum þess vegna. Þetta svona hliðstæður. Það þarf að finna jafnvægið. Þegar maður byrjar þá veit maður það ekki, maður hefur hugmyndir það, byggðar á rannsóknum og prófunum og síðan höfum við stigið stærra skref inn í kannski nýja tíma í jarðhitanýtingu sem djúpborunarverkefnið. Þar sem við förum niður fyrir núverandi vinnslusvæði. Má kannski segja svolítið forvitni til að gá hvað þar fyrir neðan. Það svolítið dýr forvitni, þetta kostar mjög mikið. Það verkefni sem tókst með miklum ágætum, eiginlega alveg stórkostlega, að búa til hóluna, að bora hóluna. Síðan á eftir að koma í ljós hvað hún getur gefið, en svona til samanburðar þá hitastigið á auðlindinni hérna í Svartsengi 240 stig, það 300 stig á Reykjanesi, við höfum mælt vel yfir 400 stig að hita í djúpuhóluna á Reykjanesi, sem tegir sig niður á yfir 4600 metra dýpi, á meðan aðrar hólur ná niður á 2500 til 3000 metra. Þetta gæti leitt til nýrra tíma í jarðhitanýtingu á heimsvísu. Svo stórt málið, en þá eftir að koma ljós hvort það tekst. Þetta rannsóknar og þróunarverkefni. Alveg gríðarlega spennandi og íslenskur jarðhitaiðnaður mjög þekktur allan heim hvað jarðhita varðar
enn frekar eftir þessa borun á Reykjanesi. Mjög spennandi verkefni. En svo höldum við áfram til þess að uppfylla þörfinni, að mæta þörfinni og eiga til raforku. Þá gjarnan hollt að hugsa hvar skynsamlegt að framleiða meira rafmagn í þessu landi. Það getur verið heppilegra að framleiða rafmagn á ákveðnum stöðum til þess að ná meira jafnvægi í flutningskerfinu. Og þá augljóst að það væri afar gagnlegt fyrir landið að framleiða meiri raforku á Vestfjörðum. Og í því skyni erum við í gegnum félag sem við eigum hluti í, Vesturverk á Ísafirði, að skoða virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, sem mjög umdeilt mál að sumra mati. Það þarf að styrkja flutningskerfið á Vestfjörðum. Það óásættanlegt raforku öryggi og ástand á Vestfjörðum. Það hamlar í dag atvinnuuppbyggingu á öllum Vestfjörðum alveg gríðarlega. Ein leiðin væri bara að styrkja flutningskerfið til Vestfjarða og fá rafmagnið eitthvað staðar annar staðar frá. Það kostar milljarða eða milljarðatugi að gera það. Ég sé ekki fyrir mér að einhver ríki eða einhver fari bara að borga það sem styrk til að laga ástandið. Það hefur ekki gerst og ég sé það ekki gerast. Þess vegna skynsamlegasta leiðin að horfa á ásættanlega og skynsamlega nýtingu auðlinda innan Vestfjarða sem eru til staðar. Framleiða rafmagn þar. Flutningur þess rafmagns mun borga þessi flutningsmannvirki. Það að segja til þess að flytja rafmagn eftir kerfinu þarf að borga. Það kostar augljóslega að flytja rafmagn og þær tekjur sem skapast af flutningi rafmagns borga þessi mannvirki á ásættanlegum tíma. Þess vegna væri mjög eðlilegt fyrsta skref að virkja Hvalá í Ófeigsfirði, leggja háspennustreng, ekki loftlínu, yfir Ófeigsfjarðarheiði, þá vestur í Ísafjarðardjúp og þaðan tengja síðan suður á Barðaströnd til Kollafjarðar. Þá komin tenging við línuna til Vestfjarðar, Mjólkárlínu. Og síðan vinna að því að tengja úr djúpinu út til Ísafjarðar til þess að Vestfirðingar nái langþráðri hringtengingu flutningskerfisins sem brýn vöntun á. Eina leiðin til þetta sé efnahagslega sjálfbært að virkja innan svæðisins til þess að skapa tekjur til að borga þessum mannvirki. Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Eigendur rafbíla í framtíðinni munu þurfa að huga að því hvenær þeir hlaða bílana, en með aukinni innleið rafbíla þarf ákveðin innviðabreytinga að eiga sér stað á heimilum fólks hér á landi, segir Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku, þegar hann spurður út í þá þróun sem að eiga sér stað í bílaframleiðslu, þar sem lögð orðin meiri áhersla á bíla sem nota rafmagna hluta eða fullu í stað bensíns eða díselolíu. Rafbílarnir eru að koma og vaxandi tölur kaup bæði á markaði fólks á fyrirtækja á rafbílum og tvinnbílum. Það þarf að hlaða þessa bíla. Það þarf rafmagn. Það rafmagn verður ekki til í snúrá. Og það þarf að skipuleggja kerfið þannig að bílar séu hlaðnir á þeim tíma sem að raforkunotkun almennt minnst. Það þarf ákveðna innviðabreytingu í því, það að segja að það þarf að setja nútíma raforkumæla á flest eða öll heimili í landinu. Þeir eru í flestum fyrirtækjum. HS Veitur hafa stigið stór skref í að breyta mælavæðingunni, uppfæra mælavæðinguna á sínu svæði, hérna á Suðurnesjum og Hafnarfirði og Árborg og Vestmannaeyjum og langt á undan öðrum fyrirtækjum í þeirri þróun, veitufyrirtækjum. Í raun og veru þýðir þetta það að þegar við keyrum heim til okkar í lok vinnudags og setjum bílinn í samband, að þá byrjar hann ekki að hlaða fyrir eftir kvöldmat. Með svona mælingum hægt að stýra því, þar að segja ef þú verður að hlaða á kvöldmatatíma þá einfaldlega rafmagnið dýrara. Það á að vera það. En svo á nóttunni á það að vera ódýrara. Af því þá verið að nýta framleiðslugetuna og flutningsgetuna á rafmagninu þegar að pláss fyrir það í kerfinu. En þegar aflið mest, gjarnan á matatímanum, þá verður það að vera dýrara til þess að stýra notkuninni. Þetta getur líka þýtt að fólk setur þá þvottavélarnar í gang á kvöldin og dreifir notkuninni. Það gott fyrir allt kerfið, það gagnast öllum. Vegna þess að þá þarf að virkja minna en ella ef við stýrum þessu svona. Það þarf að framleiða rafmagni fyrir rafbílana.
Ég ætlaði að spyrja því, sérðu eitthvað fyrir þér? Það náttúrulega sérfræðingar sjá ekki alveg nákvæmlega í dag, hefur maður að hversu rafbílavæðingin verður mikil eða bæði, en segjum verður svona nokkuð þokkaleg og það allavega mikill áhugi. Hversu mikið dæmi þetta fyrir, hvað þarf þetta miklu meiri raforku heldur en í dag? Þetta þarf svolítið meira. Það þarf að gera ráð fyrir þessu. Það þarf að framleiða. Við skulum segja, ef við stýrum notkuninni eins og ég var að lýsa áðan, inn á næturtíma og lágálagtíma í kerfinu, þá þarf ekki að virkja fyrir öllu þessu, heldur hluta til. Og annað nýtir þá lágálagtíma í kerfinu að öðru leyti. En þetta skiptir máli, já. Ég er ekki með nákvæma tölur þetta, en þetta allt saman spár, en það þarf að gera ráð fyrir þessu líka. Og það er sérstaklega það fjallað í orkuspánni. Og menn náttúrulega vaða pínulítið blint í sjóinn með það, en það eru gerðar áætlanir og svo kemur í ljós hvernig það gengur eftir og hversu hratt markaðurinn mun kaupa þessa bíla. En þetta svona, það kannski verið að breyta líka hegðunar minnstri fólks eða notenda eins og þú ert að tala að fólk fari að hugsa, nú ætla ég að setja hlaða bílinn á rólega tímanum og af því að það er ódýrara og eins kannski fara aðilar að flytja notkun á stærri heimilistækjum í slíkt eins og þú nefnir kannski. Þetta er mjög þekkt erlendis. Þvotta og annað, eitthvað sem við Íslendingar höfum ekki hugsað mikið um. Nei, við höfum nú ekki gert það. Við búum náttúrulega við mjög lágt orkuverð í öllum samanburði og hreina orku að auki. Það eru mikil gæði fyrir íslenskt samfélag. Við þurfum að halda þeirri þróun áfram. Við getum ekki leyft okkur að segja það á ekki að virkja neitt meira. Það verður að segja hvernig eigum við að bregðast við þörfum samfélagsins. Ég endurtek, við erum ekki að virkja fyrir okkur. Við erum að virkja fyrir þá sem vilja fá orkuna og nota hana. Og ferðaþjónustan, hún þarf meira rafmagn eða ekki? Það er nú alveg bara verulega mælanlegt í kerfinu. Ferðaþjónustan þarf rafmagn, veitingastaðir, hótel og alls konar starfsemi ferðaþjónustan þarf rafmagn. En ferðaþjónustan þarf ekki að fara í umhverfismat. Og ferðaþjónustan greiðir ekki auðlindagjöld, eins og til dæmis orkuiðnaður gerir. Við greiðum auðlindagjöld hér í Svartsengi og Reykjanesi og á Vatnsaflsvirkjunum sem að vinna þegar þær fara í gang. Ef að svæði er tekið frá, segjum fyrir ferðaþjónustu ákveða að nýta það ekki til orkuvinnslu, sem annars hefði greitt auðlindagjöld og gjöld og tekjur til sveitarfélagana, á þá ekki ferðaþjónustan að gera það saman. Og hún ekki líka að fara í umhverfismat. Ég bara spyr eins og maður sagði. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Keflvíkingar sem hafa verið í eldlínunni með knattspyrnuliði félagsins undanfarna 2 áratugi voru heiðraðir á nettovellinum í Keflavík nýlega, en þá fór fram heiðursleikum þeim til handa gegn úrvalsliði Baldurs Sigurðssonar sem lék með Keflavík í nokkur ár. 400 ungmenni sem voru sérstakir gestir á leiknum klöppuðu þessum góðsögnum sem nú voru flestar búnar að leggja skóna á hilluna lof í lófa. Nær örugt er hægt að telja að í þeim hópi séu leikmenn sem eiga eftir að taka við Keflunu fyrir Keflavík í framtíðinni. Þessi kynslóð leikmanna er fædd á árunum 1977 til 1983 og hafa þessi leikmenn skilið eftir sig stór spor, bæði í sögu keflvískar knattspyrnu sem og í hjörtum stuðningsmanna á undanförnum áratugum. Aldursforsetinn Jóhann Birnir Guðmundsson lék sinn fyrsta leik árið 1994 eða fyrir 23 árum, en hann fekk fótbolta uppeldi á yngri árum hjá Víðismönnum í Garði. Og það eru heimamenn sem að skipuðu að mestu leyti liðin sem að unnu þessa bikartitla eftir öll þessi ár og voru nálægt að vera Íslandsmeistarar. Þannig að við þurfum að halda mjög vel utan um hvernig yngriflokkastarfi og þurfum að fá fært fólki í þjálfun
Og svo náttúrulega þurfum við að vera duglega styðja Keflavík líka í efstu deild bæði karla og kvenna því að það skiptir ótrúlega miklu máli að hafa fyrirmyndir. Og ég meina saman fyrir okkur sem voru hérna, við vorum Raggi Margeis, Óli Þór, Siggi Björgvins, allir þessir gæjar náttúrulega sem maður leit upp til, þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Og góður efniviður í yngreflokkum í Keflavík? Já, það alveg frábær efniviður bæði karla og kvenna megin, þannig að ég hlakka bara til að starfa við það. Haukur Ingi Guðnason og Guðmundur Steinarsson eru báðir synir gullaldarliðsmanna Keflavíkur þegar Guðna Kjartanssonar fyrirliða og varnarmanns og Steinas Jóhannssonar markahæsta leikmanns liðsins alveg þangað til sonur hans, Guðmundur, hirti þann titil af honum. Það þótti stórfrétt í íslenska fótboltaheiminum þegar Haukur Ingi var keyptur til enska stórliðsins Liverpool. Þá var hann aðeins 19 ára Bítlabæjar pegi. Já, það var náttúrulega meira áttar maður fekk að lifa drauminn og svo maður komast. Ég fór út til Liverpool 19 ára gamall og var þar í 3,5 ár og það var náttúrulega bara draumi líkast og eitthvað sem maður getur lifað með bara og satt barnabörnunum þegar þar kemur. Þetta voru náttúrulega bara mikil reynsla og skemmtilegu tími og maður að spila með náttúrulega miklum stjörnum eins og Robbie Fowler og Michael Owen og fleirum og Steven Gerrard náttúrulega stíga síns fyrstu skref hérna í boltanum þannig að maður fekk svona að kynnast honum þegar hann var að stíga upp úr úrlingaliðinu upp í aðlið og náttúrulega bara gífurleg reynsla sem maður fekk að upplifa og bara ekkert nema gleði. Þú búir ekki lengur í Keflavík, þá slægir alltaf Keflavíkur hjartað? Já, algjörlega Ég var einmitt að koma hérna og halda fyrirlestur fyrir eldri borgara í Keflavík í 50 daginn og þegar ég keyrði hérna inn í Fitjar þá fann maður svona nostalgíuna líði yfir sig. Þetta náttúrulega bara, ég á ótrúlega góða minningar í hann og leið alltaf vel hérna og líður vel hérna og bara, og líka bara rosa gaman að hitta fólkið, þetta er svona, það er eitthvað svona sérstakt við það, það er svona einhver umhyggja og svona væntumþykja sem maður finnur bara frá fólkinu og mér þykir rosalega vænt þennan bæ. Og heldur að Keflvíkingarnir eigi eftir að spjara sig núna aftur í efstu deild? Já, það er náttúrulega bara frábært þessu komnu upp og eins og ég sagði áðan að það er náttúrulega svona svolítið ný kynslóð að koma upp sem að við þurfum náttúrulega að gefa þeim tíma og við þurfum að vera aðeins þolinmóð og ég vonast þess að fólk svona sýni svolítið stuðning í verki og komi og styðji baki á þeim þó svo kannski það mun ekki allt ganga upp eitur og bingo, það mun náttúrulega móti blása líka en að menn svona standi saman og styðji þessa ungu strákar sem koma upp og þá held ég að framtíðin sem björt. Markahrókurinn Guðmundur skoraði 102 mörk fyrir Keflavík á ferlinum. Hann segir að júgóslavneskur þjálfari sem kom til Keflavíkur á sínu tíma hafi átt stóran þátt í því hvað margir ungir og góðu leikmenn komu eftir árið 1995 og næstu ár á eftir. Já, bara fyrst og fremst við fengum júgóslavneska þjálfara í yngreflokkunum, Velimir, sem náttúrulega bara kenndi okkur bara grunninn bara í knattspyrnu og bara fleiri árgangar af Keflvíkingum sem fengu bara hrikalega flottan grunn og bygga því og búa því menn ennþá að spila margir hverjir og þetta náttúrulega bara á þeim tíma bara geggjað að fá hann og hann var bara langt á undir samtíðvirtistjóra bara hérna á Íslandi og hann náttúrulega held ég að sé bara lykillinn því að hvernig keflvísk knattspyrna í dag og aðeins bara hvernig menn hugsa í dag hérna á fótbolta og það náttúrulega bara og sér á eftir á hvað þetta var rosalega mikið tappafengur fyrir félagið að fá hann. Kjartan Másson kom til Keflavíkur frá Vestmannaeyjum á sínum tíma og fór fljótlega að skipta sér að fótbolta í Bítlabænum og þjálfaði liðið nokkru sinnum. Sigurður Björgvinsson var leikmaður og fyrirliði og síðan þjálfari Keflavíkur í nokkur ár. Hann stýrði meðal annars liðinu með Gunnari Oddssyni þegar liðið varð bikarmeistari 1997 en það var fyrsti bikartitillinn í löng 22 ár. En Keflavík vann bikarinn í fyrsta skipti árið 1975. Og þetta þú sér það eins og núna, þessi peyjar, þeir eru þrælsprækir ennþá margir hverjir Þessi hópur, Siggi, þetta eru hérna 11 peyjar sem verið svona, hálfpartinn að kveðja. Þú þekkir þessa stráka mjög vel? Já, fylgdist með þeim og man eftir þeim líka þó að ég hef ekki þjálfað nema einhverja nokkra, þá sá maður hvað það var spunnið við þá, strax í yngri flokkunum. Ég man alveg eftir að sé Jónas í 4. flokki og maður sá þetta að þetta voru hörkunaglar þessi strákar. Keflvíkingar hafa alla tíð státað sig af frábærum markvörðum en vissulega voru 3 í fremstu röð á gullaldarárum Keflavíkur og næstu ára á eftir.
Þorsteinn Bjarnason tók við af Þorsteini Ólafssyni og báðir léku þeir með landsliðinu eins og Bjarni Sigurðsson sem kom í kjölfarið og var alinn upp í Keflavík. Skagamenn eldu sér síðan í hann. Það var hreinlega ekki pláss fyrir hann í Keflavík. Á eftir þeim þremur komu fleiri góðu markmenn eins og Ólafur Pétursson og nafni hans Gottskálksson. En heyrum í Þorsteini Bjarnasyni sem mætti 60 í markið í heiðursleik Keflavíkur á dögunum. Hvað eftirminnilegast frá þínum ferli með Keflavík? Úff. Erfið spurning. Erfið spurning. Jú, það er æðislegt að koma inn þegar maður var ungur 17 ára, 74, við erum bikarmeistari 75. Svo man ég náttúrulega eftir öllum silfurpenningunum í bikarkeppninni eftir það vegna þess að ég fór 3 sinnum í úrslit og vann aldrei. Þannig að það fullt af eftirminnilegum hlutum, hvort sem með Keflavík eða landslið, það ekki hægt að segja hana. Hvernig heldur að Keflvíkingum eigi eftir að vegna núna aftur í efstu deild? Þeir eigi eftir að gera það gott og ég held að það sé bara eingöngu út af því að menn hafa haldið svolítið utan hópinn. Þetta eru strákar hérna, þetta eru ungir strákar og ég held bara að menn verða náttúrulega líka að sýna þolinmæði, ekki vera að búast við of miklu á næsta ári. En ég meina, það sé bara byggja vona þetta sem komið og ég held að það verði alveg mjög auðvelt. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, prentútgáfu Víkurfrétta sem kemur út á 50. Skemmtilegt blað í þessari viku. En við erum líka á Víkurfrétta vefnum vaff.is. Nýjar fréttir alla daga vikunar og sömuleiðis í gólfinu á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta getið þið séð á Víkurfrétta vefnum vaff.is og einnig á hringbraut.is. Við þiggjum góðar ábendingar skemmtilegt efni í miðla Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuliðinni, verið sæl.